Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Fjölbreyttur þáttur framundan. Á þessu ári eru 40 ári liðin frá stofnun sorpeyðingastöðvar Suðurnesja. Aðdragandinn að stofnuninni var að sveitarfélögin á Suðurnesjum tækja á sér sorpeyðingu fyrir varnarliðið á Keflavíkurflugvelli. Í dag rekur félagið Kölku, mjög fullkomna sorpbrennslustöð og þá einu á landinu. En í dag kallað á meiri flokkun. Það framtíðin. Flugstöðin á Keflavíkurflugvöllur endalaus uppspretta frétta fyrir okkur í sjónvarpi Víkurfrétta. Við kíktum upp yfir og skoðum meðal annars nýja slökkvistöð en förum líka yfir tölur úr starfseminni sem hafa margfaldast á síðustu árum. Já, Suðurnesin eru kraumandi mannlífs og fréttapottur. Við kíkjum aðeins í þennan pott og tökum saman fréttapakka fyrir ykkur. En við byrjum þáttinn á Keflavíkurflugvelli. Vöxtur í starfsemi Keflavíkurflugvallar hefur verið hraður síðustu ár og starfsemin tekið miklum breytingum síðan varnarliðið fór með manni og mús fyrir rétt rúmum áratug. Þessi vöxtur hefur haft gríðarleg áhrif á atvinnulíf á Suðurnesjum en flugstöðin langstæsti vinnustaðurinn á svæðinu og einn sá stæsti á landinu. Skömmu eftir brottför varnarliðsins árið 2006 kom bankahrun en 2-3 árum síðar eftir hrunið fóru hlutirnir að þróast í betri átt þökk sé áhuga útlendinga á Íslandi. Fyrir rúmum áratug voru farþegar á Keflavíkurflugvelli innan við 2 milljónir á ári en verða í ár 10 milljónir. Þegar sjónvarpsmenn Víkurfrétta voru á Keflavíkurflugvelli miðja vikuna fóru 34.000 farþegar flugstöðuna þann daginn. Flugtöku og lendingar voru 178 og fóru í allt að 215 í sumar. En á slíkum degi fara 42.000 farþegar flugstöðuna á einum sólarhring. Það þarf fjöldan allan af starfsfólki til að starfrækja flugvöll allan sólarhringinn alla daga ársins og tækjabúnaðurinn margs konar. Til dæmis eru 90 hjólastólar og alls konar faratækja á ferðinni til að auðvelda flutninga Keflavíkurflugvöll en daglega berast 150 slíka þjónustubeiðnir 50.000 á ári. Já, tölurnar eru stórar í flugstöðinni. Sem dæmi, þá dælt 2 milljónum lítra af eldsneyti á flugvélar á flugvöllinum á hverjum degi, en það rennur í leiðslum frá Helguvík upp á Keflavíkurflugvöll. Við hittum Þröstvaf Söring, framkvæmdastjóra rekstrarasviðs Keflavíkurflugvallar og spyrjum hann aðeins út í þróunina, en Ísavegja rekur til dæmis björgunar og slökkvuþjónustu og einnig vetrarþjónustu, en þetta allt saman var á tímum varnarliðsins í höndum Bandaríkjamanna. Það ekki nema rétt rúmur áratugur síðan varnarliðið fór frá Íslandi. Og við erum staðið hérna á Keflavíkurflugvelli þar sem að varnarliðið var með rekstur flugvallarins, þeir ákveðu slökkvilið og vetrarþjónustu. Voru gríðarlega öflugir með starfsemi og mikið mannskap í vinnu. Það út að segja að þeir eru löngu farnir, en þetta hefur verið gríðarlega bit á sínu tíma fyrir íslensk stjórnvöld. Þetta var gríðarlega erfitt fyrir stjórnvöld að taka við rekstri þessara flugvallar, þess að þó svo að þeir á þeim tíma verið auðvitað með starfsfólk sem hafði reynslu af starfsemi á vellinum, að þá fylgdi því að taka yfir þennan fjárhagslega rekstur og standa undir honum. Þá voru farþegar flugvöllin undir 2 milljónum. Þannig að tekjurnar voru þá í samræmi við það, lendingarnar einhverjar örfáar, fáar vélar, mest eitt flugfélag dominerandi með ekki marga áfangastæði. Þannig að menn þurftur að gera mikið úr litlu á þeim tíma í talsvert langan tíma í raun. Því að við förum ekki að sjá almennilegan uppgang fyrir en 2012. 2008 hins vegar þá var komið að því að það þurfti að fara endurnýja hluti af þessum tækjabúnaði sem notaðir í flugvallareksturinn og það var keypt búið til áætlun, metnaðarfulla áætlun endurnýjun tækja og farið svolítið á stað og gert eins og hægt var vegna þess að það einfaldlega varð til þess að halda flugvöllunum opnum og gangandi. 2013 hins vegar þá fer boltinn að rúlla svolítið hratt, það bætist náttúrulega við stórt íslenskt flugfélag og sem hefur vaxið hratt síðan. Icelandair sem hefur verið Keflavík sem sinn heimavöll í áratugi,
það fer að vaxa líka mjög hratt, plús að það koma nýjir flugrekendur inn, Wizz, EasyJet, Norwegian sem hafa verið að koma núna síðustu misserin. Farþegafjöldin fer frá 2013 frá úr 3 milljónir farþega upp í á þessu ári 10 milljónir. Við það þá getum við auðvitað farið í innviðafjárfestingu og það var ákveðin uppsöfnuð þörf á endurnýjun innviða. Og þess vegna eru þessar framkvæmdir sem verið á brautunum, malbikabrautirnar, endurnýja allt rafdreifikerfið, endurnýja allt ljósakerfið, það gerist á þessum tíma, milljarða framkvæmdir, en það er uppsöfnuð fjárfestingarþörf. Síðan kemur það uppbygging sem er raun og veru annar hlutur. Þetta er að halda í horfunum. Það sem við gerum hins vegar í rekstri flugvallarins, það er að við erum ég myndi segja frá 2012 búin að endurnýja tækjakost mjög mikið. Þú sér bara hérna á gólfinu hérna á verkstæðinu, þá eru nánast öll tæki yngri en 5 ár. Við erum með stóru samhengin sem við erum með í snjónum, við vorum með 7 lengi vel, við verðum núna með 11 í vetur. Við erum búin að endurnýja slökkvibílana okkar, við erum með 4 slökkvibíla sem eru árgerð 2013. Við erum með payloadera, allir endurnýjar á 5 árum, þannig að heilt yfir myndi ég segja að við höfum verið að fjárfesta í tækjabúnaði fyrir rekstur flugvallarins. Þá er ég að tala um þessum lausa búnaði fyrir 1 til 2 milljónir evra á hverju einasta ári undanfarin ár. Við það bætist síðan að það hefur orðið til ný eining sem er hluti af flugvallarþjónustunni sem er farþegaakstur. Sú eining var ekki til. Þið eru orðnir stærsta rútufyrirtæki Íslands? Stærsta rútufyrirtæki Íslands. Ég held það að við séum stærsta rútufyrirtæki Íslands í fjölda fluttra farþega. Á þessu ári þá munum við flytja 4 milljónir farþega í rútum. Við höfum 16 rútur, stórar 3 metra breiðar rútur, pluss 2 liðvagna, pluss 3 sérsbyggð tæki til þess að flytja farþega með skertar hreyfigetu. Og þetta er eining sem er með 50 starfsmennum. Þetta var ekki til í okkar rekstri fyrir nokkuð árum síðan. Og hvað er þetta margir starfsmenn, eða hvað er þetta mörg störf í þessari, hvað getur við sagt, gamla slökkviliðinni sem má ekki heita slökkvilið núna og vetrarþjónusta hjá okkur og annað? Þessi flugvallarþjónustan samanstendur af þessum 3 meginstoðum. Það eru farþegaaksturinn, það er björgunar- og slökkviþjónusta og það er síðan vetrarþjónusta, plús síðan tilfallandi viðhald. Allt í allt eru 150 starfsmenn. 50 starfsmenn eru sérstaklega í farþegaaksturunum, hinir eru í björgunar- og slökkviþjónustu og vetrarþjónustu og þeir hafa fengið þjálfun hvort tveggja. Hluti af þessu er að halda flugbrautunum góðum í vetrarþjónustu. Algjörlega. Við lítum á að þetta er auðvitað allt öryggismál og vetrarþjónustan er fyrirbyggjandi að koma í veg fyrir slys og svo erum við með þá björgunar- og slökkviþjónustu ef svo illa skyldi nú fara að það verði slys. Sem betur fyrir hefur nú ekki reynt á það en þó get ég sagt að okkar starfsmenn æfa sig í slíkri þjónustu um það bil 100 stundir á hverju einasta ári, hver einasta starfsmaður sem er held ég nokkuð vel að sé vikið, sumir upp í 150 eftir því svona hvernig áherslunar eru hjá þeim starfsmanni. En við erum alltaf með á vakt þá eru alltaf 6 starfsmenn í viðbragði, bara tilbúnir til að sinna björgunar- og slökkviþjónustu. Þeir eru fleiri á vaktinu, svo skipta þeir, rótera hverjir eru í viðbragði. Þeir eru alltaf 6 í viðbragði, það eru þá 2 og 1 á bíl og svo björgunarstjóri. Og hvað er það ef að farþegar í flugstöðinni veikjast og annað, þá þetta er stór þáttur hjá okkur? Já, það er það. Við byrjuðum með nýja þjónustu síðastliðið haust, það sem eru vettvangsliðar. Því hlutverki er sinnt líka af þessum strákum og stelpum sem eru líka hluti af starfsemi. Þeir sinna því sem heiti þá að vera vettvangsliði. Þeir hafa fengið sérstaka þjálfun sem er þekkt og heitir first responder á ensku. Margir Íslendingar hafa fengið slíka þjálfun og er hluti af þjálfunarferli þeirra sem eru í sjúkraflutningum. Við byrjuðum svona, þetta var pröfuverkefni, byrjuðum síðasta haust og höfum keyrt það þá í allan vetur og það sem við höfum séð og kom okkur á óvart að þörfin var mjög mikil og mjög brýn. Þannig sem mér sýnist að það muni stefni það að við hefum fengið 700 útköll frá því að við hófum þessa þjónustu og þangað til núna í dag. Og við áttum alls ekki vona að það yrði svona mikið. Og þetta er náttúrulega síðan í samstarfi við
slökkvilið á Suðurnesjum, brunavarnir Suðurnesja, þegar þeir koma á sjúkrabílunum og... Algjörlega, og við áttum gott samtal við þá þegar við byrjuðum þessa þjónustu, vegna þess að þetta fyrst og fremst þjónusta. Við erum ekki stíga inn í hlutverk sjúkraflutningamanna, engan veginn. En oft á tíðum það þannig að því það mæðir auðvitað líka mikið á brunavarnir Suðurnesja. Þeir eru mikið í sjúkraflutningum, hafa bara ákveðna rísorsa eins og aðrir. Og það sem ef við getum einhvern veginn létt undir, ef við getum boðið upp á að það sé ekki kannski verið að hringra sjúkrabíl þegar einhver þarf bara að fá vatnsflösku eða ferskt loft eða smá athygli og aðhlynningu, þá er ekki kallað til sjúkrabíl og svo fer farþeginn áfram sína leið. Stundum það líka þannig að það alvarlegt. Getur verið hjartaáfall eða heilablóðfall eða hvað þess háttar. Og þá eru þessir vettvangsliðar, þeir eru á staðnum og eru þá hjá viðkomandi einstakling og hlúa að honum þangað til að sjúkraflutningum koma á staðinn. Það eru auðvitað, í einhverjum tilfellum held ég að það geti verið lífsspursmál plús að þeir veita sjúkraflutningamönnum upplýsingar líðan sjúklingsins meðan þeir eru á leiðinni. Þannig að þeir eru tilbúnari þegar þeir koma á staðinn. Við erum að tala mjög mörg störf hérna og mikla starfsemi. Hvernig hefur ykkur gengið að manna þetta núna í öllum þessum uppgangi undanfarin 5, 6, 7 ár? Okkur hefur gengið mjög vel. Þetta er auðvitað, þetta er svo skemmtilegt. Ég held að það sé málið. Þetta er rosalega fjölbreytt starfsemi hér og ég held að fyrir þá sem vilja verið í svolítið aksjón, vilja verið í fjölbreyttum störfum, hafa gaman að svona tækjum og tólum og vilja fá að spreyta sig og við stærum okkur líka því að hér eru tækifæri til starfsþróunar. Fólk þjálfar mikið, eins og ég segi það eru 100 stundir bara í björgun- og slökkviþjónustu, en almennu starfsmaður sem í flugvallaþjónustu, hann fær í sínu grunnnámi 500 stunda þjálfun sem að fyrirtækið veitir honum, plús að menn eru síðan með meira próf og vinnuveruréttindi og allt þess að það. Ég segi að við séum vinsæll vinnuveitandi. Það hefur mér fundist. Ég sé það á fjölda umsókna bæði hérna í flugvallaþjónustuna og svo erum við auðvitað með flugvernd og ýmislegt annað hérna Ísafjarðar á Keflavíkurflugvelli. Fjöldi umsækjendur er alltaf mjög mikill og miklu meiri heldur en störfin sem í boði. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Þessu ári eru liðin 40 ár frá stofnun Sorpeyðingastöðvar Suðurnesja SF. Aðdragandinn að stofnun félagsins var að samstarf náðist við varnarmáladeild utanríkisráðuneytisins að sveitarfélögin á Suðurnesjum tækju að sér sorpeyðingu fyrir varnarliðið. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og í dag rekur fyrirtæki Kölku fullkomnustu og reyndar einu sorpbrennslustöð landsins í Helguvík. Þar sem árlega er brennt 12.000 tonnum af sorpi frá Suðurnesjum. Reykjanesbær, Grindavíkurbær, sameinað sveitarfélag Garðs og Sandgerðis og sveitarfélagi Vogar eiga og reka sorpeyðingastöð Suðurnesja. Tilgangur félagsins er að reka móttöku, flokkunar og eyðingarstöð Kölku í Helguvík og ennfremur að annast þjónustu á sviði sorphirðu og móttöku úrgangs í sveitarfélagunum á Suðurnesjum. Þetta er einsdæmi á Íslandi, svona stöð. Já, þessi stöð náttúrulega var valin vegna þess að hún hafði mjög góða mengunarvarnir og sem eru þær bestu sem við búum við í dag og hefur dugað vel sem slík, enda hefur stöðin fengið mikinn frið með sína starfsemi og hér sést nánast aldrei reykur eða neitt og allur útbúnaður er mjög góður í stöðinni. Hvers vegna ákváðu menn í rauninni að fara þessa leið að brenna sorpi hérna á Suðurnesjum á sínum tíma? Það var auðvitað vegna þess að nábýlis við varnarliðið sem hafði takmarkanir það hvernig var hægt að eyða sorpinu og þá þótti brennslan henta best og varnarliðið tók fullan þátt í þessu verkefni með sveitarfélögunum
Nú það gerðist einnig 2003-2004 þegar var verið að koma þessari stöð á laggirnar. Þá var varnarliðið hér enn og tók þátt í þessu. En svo hurfu þeir á braut 2006 og þá urðu hér tímamót í rekstrinum að því leyti og eftir þann tíma var reksturinn mikið þyngri og erfiðari og það var svona upp úr 2010 sem að þurfti að fara að gera róttækar ráðstafanir til að laga reksturinn og koma honum til betri vegar. Og í dag gengur þetta fyrirtæki bara mjög vel og allur rekstur í bara mjög góðu lagi. Og það má eiginlega segja að þið standið á tímamótum núna. Nú að verða svolítið svona breytingar í sorphirðu á Suðurnesjum. Já, við stöndum á tímamótum núna að því leyti að það hefur verið kallað mjög eftir því að við færum í það að flokka úrgang og við heimilin á svæðinu og fram til þess hefur verið tregða til að fara í þetta verkefni vegna þess að við höfum orðið að tryggja stöðinni nægilegt brennsluefni og við höfum ekki verið mikið aflögufær með það til að geta haldið stöðinni í gangi á ársbasis 24 tíma per dag. En núna hefur orðið töluverð aukning í úrgangi og á þeim grundvelli sjáum við okkur fært að fara í þá meiri flokkun og skapa rými hérna í stöðinni fyrir annað brennsluefni. Hvernig munu íbúar verða varir við þessa breytingar, þessa flokkun? Þeir fá til sín græna tunnur og leiðbeiningar það hvað þeir mega setja í þessar tunnur. Þetta á að hafa borist leiðbeiningarnar til allra og það verið að dreifa tunnunum hér í Reykjanesbæ núna þessar mundir og ég gengur ágætlega. Björgunarsveitirnir á Suðurnesjum tóku að sér þetta verkefni og þetta er mikið verkefni og þeir að vinna þetta í sínum auka tíma þannig að fólk sýnir því alveg þolinmæði. En svo erum við að tala að það verður ekki tekið jafn oft sorp frá heimilum. Nei, það lengist sorphirðutíminn úr 10 dögum í 2 vikur eða 14 daga og verður svona meira reglubundnari að því leyti. Það auðvitað komnar 2 tunnur við hvert heimili þannig að það gefur svigrúm til þess að losa sjaldnar og fólk þarf bara að átta sig á þessu og mun gera það mjög fljótt. Þetta náttúrulega, verður þetta ekki eins og að kenna gömlum hundi að sitja að fara að kenna Suðurnesjamönnum að flokka sorp? Nei, ég held ekki. Við finnum mjög fyrir því að fólk tekur þessu almennt mjög vel og nú þegar eru mjög margir sem hafa verið að flokka og koma með hérna til okkar flokkaðan úrgang sem við höfum tekið við. Til dæmis bylgjupampa, dagblöð, tímarit og ýmislegt fleira og við höfum svo verið að flokka hér á plönunum okkar sem við kallum endurvinnsluplön. Já, þið eru með endurvinnsluplön hérna við Kölku í Reykjanesbæ, þið hafið slíkt plan í Vogum og í Grindavík. Hvernig þetta að koma út? Þetta að koma vel út, við fáum margar heimsóknir, við fáum að meðaltali fáum við 2000 heimsóknir á mánuði og við erum opið hér alla virka daga hérna í Helguvík, alla daga nema sunnudaga frá 13 til 18 og það hefur reynst bara mjög vel og síðan aðrir opnunartímar í Grindavík og Vogum og þetta má allt lesa á heimasíðu fyrirtækisins kalka.is. Í tilefni af því að 40 ár eru liðin frá stofnun Sorpeyðingastöðva Suðurnesja færði fyrirtækið Heilbrigðisstofnun Suðurnesja peningagjöf upp á 1,5 milljón króna til tækjakaupa. Það voru þeir Birgir Már Bragason stjórnarformaður Kölku og Jón Norðfjörð framkvæmdastjóri Kölku sem afhentu gjöfina á dögunum. En förum aftur í Kölku og ræðum við Jón þann ljóta ósið sem því miður margir stunda sem að henda húsmunnum, heimilistækjum og öðru rusli á víðavangi og víðs fjarri endurvinnsluplönum Kölku. Já, fólk því miður að gera þetta og það sorglegt að sjá hvað sumir eru kærulausir með þetta
og bera litla virðingu fyrir bara umhverfinu og náttúrunni. Við sjáum á þessu rusli sem að fer svona þessa leið að mjög stór hluti af því væri gjaldfrjáls hér hjá okkur. Þannig að væntanlega fólk að gera þetta af ásettu ráði. Það er nýlega búin að fara fram hreinsun, sá ég hérna á svæði rétt hjá okkur, Patterson. Og mjög stór hluti af því var bara efni eins og málmar og dekk og pappi og ýmislegt sem að kostar ekkert að henda hér. Við erum að tala það. Þið eru ekki að rukka fólk fyrir þvottavélar og ískápa og annað slíkt sem kemur til ykkar? Alls ekki. Fólk getur komið allar aftæki án gjaldtöku hér til okkar. Á þessu ári hafið þið verið svona í þreifingum með sameiningu Kölku og Sorpu. Hvar stendur það mál í dag? Já, þetta nú mál sem hefur komið upp öðru hvoru í langan tíma. Að menn hafa verið í viðræðum þennan möguleika. Það mikið samstarf á milli sorpeyðingarfyrirtækja, sorpfyrirtækja almennt hér til dæmis á suðvestursvæðinu og menn hafa í ljósi þessa góða samstarfs þá hafa menn greint það að það gæti verið góður kostur að ganga alla leið og sameina. Og á þeim grundvelli var farið í viðræður núna 2016. Við fengum góða ráðgjafa með okkur í þetta verkefni. Það þannig staðan á því í dag að það búið að greina svona mögulega eignarhluta hvors fyrirtækis. Þau eru þetta misstór og skulda mismikið. Nú síðan framundan og verið að vinna núna í því að skoða svona hver framtíðarsýn gæti verið og stjórnskipulag og þetta reiknum við með að geti klárast jafnvel fyrir næstu áramót að þá fái sveitarstjórnir hér á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu góða skýrslu og upplýsingar það á hvaða grundvelli þetta mál væri á þeim tíma eða sem sagt hvort að menn sjáu þá bæði kostin og gallana við það að ganga alla leið og sameina þessi fyrirtæki. Hvernig samstarfinu háttað í dag? Eru þið eitthvað að skiptast á rusli? Já, við til dæmis á síðasta ári, svo ég taki það nú, þá þurftum við að keyra til Sorpu 7.000 tonn af efni sem við gátum ekki brennt hér og þeir koma til okkar töluverðu magni af spilliefnum sem að þeir mega ekki urða og öðrum efnum sem að þarf að brenna og við tökum við því fyrir þá á móti. Það hefur komið hérna fram í samtölum okkar að stöðin má segja full nýtt en hver síðan þá kannski framtíðarmúsíkin hérna í sorpbrennslunni á Suðurnesjum? Hvað þarf að gerast næst? Já, í þessum viðræðum þá erum við náttúrulega að horfa til framtíðar og við sjáum fyrir okkur að það þurfi að gera ráð fyrir töluverðum breytingum í þessum málum því allar reglur bæði frá Evrópusambandinu og héðan að heiman frá okkar stjórnvöldum þær herðast og verða þyngri og erfiðari og gera ráð fyrir því til dæmis að árið 2030 þá má ekki urða neitt lífrænt efni og það þarf að koma þeim fyrir með öðrum hætti. Sorpa byrjuð að byggja gas- og jarðgerastöð sem á að taka við lífrænum úrgangi og síðan verið að leita eftir nýjum urðunarstað því að Álfsnes sem sagt enn með möguleika til að taka á móti en það svona þrengir að. Nú brennslan hér full nýtt þannig að það liggur alveg fyrir að það verkefni innan örfárra ára eða stutts tíma að byggja nýja brennslustöð sem að yrði þá gerð með þeim hætti að hún gæti þá brennt fjölbreyttari efnum heldur en þessi stöð getur brennt í dag. Og þið eru búin að óska eftir lóð undir nýja stöð hérna í Helguvík? Já, við sóttum lóð fyrr á þessu ári og höfum reyndar ekki fengið svar, það nú bara út af ákveðnum málum. En við væntum þess að það verði auðsótt. Já, og í fréttum þetta helst frá Suðurnesjum þessa dagana.
Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að hafinn verði undirbúningur að gerð nýs gervigrasvallar vestan Reykjaneshallar, þar sem almenn sátt þá forgangsröðun, en telur einnig brýnt að ráðist verði í stefnumótun í málaflokknum. Knattspyrnudeildir Keflavíkur og Njarðvíkur leggja ofur áherslu á að gervigrasvöllur verði gerður vestan við Reykjaneshöll sem allra fyrst, sem nýtist bæði sem æfingar og keppnisvöllur fyrir bæði félögin. Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar tekur undir hugmyndir að nauðsynlegt sé að huga því sem allra fyrst að útbúa gervigrasvöll og sammála því að staðsetning vestan Reykjaneshallar geti verið heppilegur kostur. Framkvæmdir og breikkun Grindavíkurvegar standa nú yfir. Uppbyggingin fer fram í áföngum og verður vegurinn breikkaður beggja vegna. Vegrið verður sett á miðjan veginn í síðari áföngum framkvæmdarinnar. Athygli vakin á að töluverð breyting verður á ásýnd og notkun vegarins að framkvæmd lokinni. Til að mynda verður inn- og útkeysla útskotum á veginum aðeins möguleg úr annarri akstursstefnu á hverjum stað. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að farið verði í þarfagreiningu fyrir Ráðhús Reykjanesbæjar við Tjarnargötu í Keflavík og að ASK verktakar verði fengnir í verkið. Ráðhúsið stór bygging en hún nýtist illa. Fram kom á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar í síðustu viku að þrátt fyrir að alls sé 45 fermetrar á hvert starfsmann í húsinu, þá segir það ekki alla söguna. Skrifstofur í Ráðhúsinu eru þétt setnar. Hver skrifstofa notuð af 2 og upp í 6 starfsmönnum. Sveitafélagið ört stækkandi og það kallar á fleira starfsfólk í Ráðhúsinu, en eins og staðan í dag erfitt að koma fyrir fleiri starfsmönnum. Gera má ráð fyrir að sá möguleiki verði skoðaður að selja Ráðhúsið við Tjarnargötu og flytja starfsemina í hentugra húsnæði í bæjarfélaginu. Ný tenging Hafnarvegar við Reykjanesbraut hefur verið opnuð. Hún á nýjum stað eða inn á hringtorg við Stekk 400 metrum austan við vegamót Hafnarvegar og Reykjanesbrautar sem nú hefur verið lokað. IAVF sá framkvæmdir. Framkvæmdakaflinn 850 metra langur. Markmið framkvæmdarinnar að auka umferðaröryggi vegfarenda sem eiga Reykjanesbraut með því að loka hættulegum gatnamótum og tengja nýjan vegkafla Hafnarvegar inn á núverandi hringtorg á Reykjanesbraut. Sunnudaginn 30. september næstkomandi mun Telma Björgvinsdóttir bjóða upp á leiðsögn og ræða við gesti sýninguna svo miklar drossíur frá klukkan 14 til 17. Sýningin opnaði ljósanótt í stofunni í Dús safnahúsum og hefur vakið mikla athygli. Sýningin unnin upp úr verkefni Telmu í þjóðfræði við Háskóla Íslands silverkross barnavagna og þann sess sem vagnarnir hafa í hugum margra og þá ekki síst á Suðurnesjum. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt fréttablað, kemur út á miðvikudum og fimmtudum í hverju einustu viku. Við erum líka á vefnum á vaff.is, þar eru fréttir alla daga vikunar. Og við erum í golfinu, golffréttir á kylfingur.is alla daga vikunar. Og það stórmót þessa helgi, Ryder Cup. Þennan þátt og eldri þætti getið þið séð á Víkurfrétta vefnum vaff.is og einnig á hringbraut.is. Við þykjum ábendingar skemmtilegt efni hér á Suðurnesjum til þess að nota í okkar miðlum. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst á vikuleiðinni. Verið sæl.